Heil og sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Ég heiti Erla og ég er stjórnandi þáttarins. Til þess að hlaðvarp eins og þetta geti vaxið og dafnað er nauðsynlegt að vera með góða stuðningsaðila á kantinum. Netto er einn af samstarfsaðilum hlaðvarpsins og ég get ekki lýst í hvaða er þægilegt að versla í appinu þeirra og fá sent heim að dyrum. Ég mæli svo sannarlega með því fyrir önnum kafifólk. Þessi þáttur er einnig í boði Unbroken. Unbroken er náttúruleg orka í freyðitöflu sem er unnin úr vatnsrofnum laxapróteinum. Líkaminn okkar, hann eyðir litlum sem engum tíma og orku í að melta því að þetta er svona formelt og það gerur okkur kleift að hefja endurheimt bara strax eftir inntöku. Og það sem ég elska við Unbroken að þetta gefur mér aukna orku án koffíns og það skemmir líka ekki fyrir að Unbroken hefur jákvæð áhrif á ónæmiskerfið af því að það inniheldur B12 og sink og selen. En Unbroken fæst einmitt í heilsuhillum Netto. Gestur minn í dag er hún Jóna Á Gísladóttir sem er móðir, hún er markþjálfi og höfundur bókarinnar Sá einhverfi og við hin. Hún Jóna hefur í gegnum árin bloggað mikið og verið mjög vinsæll bloggari, enda frábær penni og er ávallt með húmorinn að vopni. Vertu velkomin. Takk. Mér langar svolítið svona að kynnast þér aðeins betur, byrja aðeins á því að við förum svona í þema þáttarins. Ok. Hver er Jóna? Já, ég er ennþá að tala um það að ég sé ekki búin að ákveða hvað ég ætla að verða þegar ég verð stór og ég er að verða 56 ára í haust. En það er nógu tími. Já, það ekki? Jú. Já, ég veit ekki alveg hvað ég á að segja. Ég er miðaldra húsmóðir í útkverfi. Já. Í fullri vinnu og börnin farin að heiman og öll dýrin dauð og við bara 2 eftir Nú, íbúðinni. öll dýrin, já, Þau voru nú fjölmörg glasi í bókinni. Já, voru 4. Já. Það verið að tína tölunni, svona síðustu 3 ár, eitthvað svo les. Vá, þannig að það er mikil breyting. Já, það er mjög mikil breyting. Ertu með einhver áhugamál? Já, ég er forfallin golfari. Ég er ekki góður golfari. Ég er ekki góð í golfi. Skiptir það nokkru máli? Nei, í raunin ekki. Ég er í frábærum golfhópi og þannig að já, það er mjög stórt áhugamál og náttúrulega svo skemmtilegt að nú er þetta ekki lengur þannig að maður geta alls ekki spila golf yfir veturinn. Nú getur maður farið í herma þannig að maður er eiginlega að spila golf allt árið en auðvitað alltaf langt skemmtilegast að komast út af öll og út í náttúruna. Svo er ég mikið að hekla og hlusta mikið á bækur. Ok. Og það er svo skemmtilegt með hljóðbækunar að nú getur þetta farið saman. Ég get hekla á meðan ég hlusta bók. Einmitt. Elska það. Eða podcast. Ég hlusta líka podcast. Þannig já, ég elska það að sitja og hekla og hlusta á eitthvað skemmtilegt. Já. Ertu alveg hætt að blogga? Já, bloggið hvarf svolítið af sjónasviðinu eða það var mjög ábyrrandi á þessum tíma sem ég var að blogga. Þarna í 2005, 6 til 8 eitthvað svo leiðis og þetta var eiginlega bara svona bloggheimur. Þá átti maður bloggvini eins og maður á vini á Facebook núna og bara stór partur af mínum bloggvinum sem að ég er ekki svona, sem ég þekki ekki kannski í raunheimum eru gamlir bloggvini mínir. Þetta var mjög skemmtileg samfélag og það voru alveg hittingar, við hittumst en síðan hvarf bloggi bara svolítið fannst mér með Facebook og ég hef alveg stundum skrifa ég því ég hef mikla þörf fyrir að koma einhver frá mér, þá skrifa ég stundum pistla á Facebook. Það hefur samt minnkar rosalega mikið. En nei, ég hætti alveg að blogga eiginlega bara í rauninni bara fljótlega eftir að bókin minn kom út 2008. Það var einhvern veginn eins og þetta væri bara verkefni sem ég var búin að klára. Já.
Var bloggið einhver svona leið, fannst þér til þess að svona bara takast á við lífið eða? Það var þannig. Ég tók upp á því að ég opnaði blogg á mokkablogginu, þannig í den og þetta átti bara að vera svona dægradvöl, þú veist, já. Og fór mjög fljótlega út í rauninni dagbókafærslur fjölskyldulífið og varð bara ótrúlega vinsælt mjög fljótt. Já. Og mjög margir lesendur á hverjum degi og sem varð með svona hvati til þess að skrifa líka. Akkurat. Og líka leið til þess að skrifa með í rauninni oft bara til að sjá húmórinn í því sem að var kannski ekkit rosalega fyndið. Eða þú veist. Og ég, þeir sem að hlusta, ég hvet alla til þess að finna bókina en hún einmitt komin á Storytel. Hún komin á Storytel, já. Sá einhverfi og við hinn, af því að þetta skín svo í gegn þarna. Þú notar húmórinn svona til þess að takast á við og alls konar erfiða lífsreynslur og... Já, þetta svona, þetta í rauninni bara, þess að bókin verður til upp úr þessum bloggfærslum. Það hafði útgefandi samband við mig og spurði mig hvort ég vildi setja í rauninni bloggið í bók. Já. Þannig að við fórum í það að safna saman bloggfærslum og úr því varð í rauninni þessi dagbók, sá einhverju við hinn og fjallar bara fjölskyldulífið og í kringum einhverfuna í sjálfu sér. Þú átt svona sem einhverfur. Já. Mér fannst nefnilega þessi bók, þetta verður svo ótrúlega einlæg skrif og þú veist svo hreinskilin og mér finnst þú nefna svo margt sem aðrir þora ekkert að segja upphátt. Já, það hefur oft verið sagt um mig. Ég reyndar sé það ekki sjálf, eða ég sé ekki, en stundu geti verið mjög óviðeigandi, en já, mér finnst ekki verið eitthvað þarna sem að aðrir þóra kannski ekki að segja, ég veit það ekki, en jú, ég hef oft heyrt þetta. Já, eitthvað svona sem að aðrir hugsa en þú bara segir. Það geti verið, og það er alveg möguleiki. Já, og þú ert líka bara svo lungin við að koma tilfinningum í orð. Þess vegna það svo dásamlega hlustun. Já, takk fyrir það. Já, maður hlær og maður fær tár í augun og alls konar, þannig bara til að hafa mikið með þessa bók, þó hún sé gömul og þú veist, hvað er hún orðin þá? 2008, það er... Þú fært að reikna, ég get það ekki. Nei, ekki. En allavega þá langar mér svolítið bara svona að spyrja þig kannski aðeins út í þá söguna, þú veist, hvað er einhverfa og hvernig föttuðu það sonur þinn var einhverfur og allt þetta, við bara förum alveg frá því hann fæddist. Já, hann er fæddur sem sagt 98 og hann á sem sagt eldri systir hans er fædd 97. Já, bara ára á milli. Já, 1,5 ára á milli, þannig að ég var svo nýbúin að vera með unga barn í höndunum. Og ef hann hefði verið fyrsta barnið mitt þá hefði ég sannlega ekki kveikt svona snemma, sko. En ég var semst búin að vera var ennþá bara með lítið barn og það var svo mikill munur að þeim. Svona tengslamunur og eins og oft vil verða þá með mæður þá leitum við að orsökunum hjá okkur sjálfum og ég hugsaði að ég væri kannski bara svo stressuð að ég væri ekki með þessi 2 litlu börn og væri ekki að gefa mig tíma til þess að mynda nóg mikið tengslu þannig vegna að það var svona tengsla myndunar vandamál fannst mér. Við fannst ég bara ekki þekkjan. Ok, bara ekki ná sambandi við. Já, 6 mánuðar það fannst mér bara ekki þekkja þetta barn sem ég var með höndunum. Ok. Á meðan að þegar þú ert með þú veist þeir sem hafa átt börn þekkja það þegar barnið er bara 4 vikna þá skilur ekki að þetta barn hafi ekki alltaf verið til. Ef svo skrítið að það hafi verið líf fyrir þetta barn í rauninni. Þið finnst þú bara þekkja það strax. Þannig að við fórum við eitthvað svona að lesa okkur til og svona tala við lækni náttúrulega
og fólkið í bara ungbarna eftirlitinu og enginn sá neitt athugavert. En svo var ég náttúrulega að ræða þetta fjölskylduna mína og fólk sagði það var mjög oft sagt við mig, já, ég veit nú barn sem sagði ekki stakt orð fyrir en 3 ára og þá allt í nú var það alltalandi og svona sögur sko, út af því að það vildi náttúrulega allir stappa bara í mann stálinu og hvaða vitlis þetta í þeirra og svona. Svo kom systir minni daginn með bækling til mín, bara svona einhvern tvíblöðung eða eitthvað einhverfu og það fannst mér bara að vera að lesa hann. Og svo ég fór með það til læknis og sagði ég held að hann gæti verið einhverfur og þá var hann sendur í rannsóknir og skoðanir og sem endaði með því að hann fekk greiningu rétt innan við 2 ára sem var óðubúslega snemmt á þeim tíma. Já, ekki yfirleitt, það var alltaf að tala 2,5 til 3 ára eða? Jú, jafnvel seinna og stundum náttúrulega kemur þetta ekki ljós eða ekki greint fyrir á leikskólaaldri og jafnvel seinna en auðvitað einhverja svo misjöfn og svo misjöfn hvernig hún kemur í gegn og hversu mikil hún er. Hvað einhverfa? Þú veist, hvað? Einhverfa hvort það kallið þetta taugaröskun, einhvers konar. En það ennþá hefur ekki fundist orsök einhverfu og þeir vita í rauninni ekki hvort þetta sé genatíst eða ættgengt eða nokkuð skapaðan hlut. Og nú svo mikið talað einhverfu róf, að þetta svo breytt svið. Já. Ég vil meina að við séum öll einhvers staðar á rófinu og og til dæmis ef fólk á erfitt með að velja sér annað sæti við mataborðið heldur en venjulega og svona, þú veist, þá finnst mér fólk vera komið aðeins inn á rófið þú veist, og við leitum öll í vanan og einhverfa snýst mjög mikið þennan ramma. Og ég náttúrulega tala alltaf að svona minn sé bara fastur í Excel-skjali og inn í mjög litlu boxi og það finnst mér vera svo lýsandi dæmi einhverju þegar fólk á erfitt með breytingar, erfitt með allt óvænt og þá ég að tala það svo erfitt að það getur haft áhrif á lífsgæðin. Hvað var það annað en að þú upplýðir að þú náður ekki að tengjast honum sem að svona, þú veist, að þú segir þú fékkst þennan bækling og last hann og það bara fannst þér að vera að lesa son þinn. Hvaða einkenni þetta þá þannig að fólk sé vakandi? Til dæmis augnsamband. Hann horfði aldrei í augun á mér. Mál, náttúrulega, og jafnvel bara babl hjá unga barni. Ég held að það sé svona helsta sem ég geti nefnt. Það þetta með augnsambandi sem ég held að sé mjög samvert hjá öllum einhverjum. Ég held að það sé engin með dæmigerða einhverju sem að haldi augnsambandi að einhverju ráði. Já, og það byrja bara strax frá fæðingu? Já, ég myndi segja það. Það af einhverjum ástæðum þá það eitthvað. Og enn þann dag í dag, sonur minn er sem sagt orðin 26 ára og að þá, jafnvel þegar ég segi við hann horfa á mig og hann horfir í augun á mér í nokkra sekundur og þá jafnvel finnst mér hann horfa í gegnum mig einhvern veginn. Þú veist, það eins og hann sé ekki alveg. Bara lærið hegðun, að hann eigi að horfa. Já. Svona, augnsambandi eitthvað skrítið. Já. Og var þetta mikið áfall að fá þessa greiningu? Já. Þetta var áfall vegna þess að þó að við værum eiginlega alveg samfærð hver niðurstaðan yrði. Þá vonar maður fram í rauðan dauðan og ég hélt og við héldum jafnvel og tímabili að hann væri heyrnarlaus út af því að það voru engin viðbrögð þó maður kallaði á hann eða hann sýndi ekki viðbrögð við
við þannig örfun Mhm. og gerðum tilraunir, hentum fullum póka af nýjumpurum í parkett rétt fyrir aftanan og svona til að sjá hvort það er einhver viðbrögð sem voru ekki, sko. En svo ef maður kveikti á uppáhaldsmyndin hans inn í stofu í vídeótækinu sem var þá kom hann hlaupandi, sko. Já, ok, þannig að þið vissi hann heyrði. Já. Já, þetta er áhugavert. Og svo er oft svona einhver áráttu hegðun, eða ekki hjá einhverfum. Jú, mikil áráttuhegðun og þráhyggja. Þráhyggjan getur verið bæði þeim og öllum í kringum þá mjög erfið. Og og það getur verið það geta verið bara alls konar hlutir og þú veist, einhverju fá þráhyggju fyrir, segjum bara að einhver fá þráhyggju fyrir bílum og vilja kannski stanslaust tala um bíla og það þekkja allar mæður mamma mér vantar athygli, mamma sjáðu mamma. Já. Og þetta getur verið svo erfitt að halda þessari athygli og halda þolinmæðinni og þá kannski viðkomandi tala stanslaust um bíla við þig og vill að þú haldir athyglinni á honum og komir með einhver komment og svarar jafnvel sömu spurningunni stanslaust allan daginn. Já. En það er kannski rætt að segja það að við erum svo heppin að Ían er vissulega með þráhyggju en það þráhyggjan hans hans líf og yndi og hann unnir sér í henni bara einn. Og það er meira að ég sé að hafi í gegnum tíðina verið að böggan að reyna að fá hann til að tala um mig heldur en að hann sé nokkuð tíman að reyna að fá mig til að tala við sig, sko. Þannig að ég hef ekki þurft að standa í þessu. En hann er svona sjálfum sér nógur oft. Hann er mjög sjálfum sér nægur, mjög. Sko, svo er náttúrulega líka margir einhverjum sem tala ekki. Er það ekki? Jú. Þannig að þetta er svona... Sumir tala bara alls ekki. Nei. Ían talar og ég hef oft sagt að Ían er með 2 orðabanka. Annar orðabankinas kemur úr bíómyndum og einhverjum YouTube myndböndum eða hvað það er sem hann er að horfa á. Og svo er hann með sinn eigin orðabanka og það er heiminn og haf þarna milli. Hann talar í heilum setningum og heilum bíómyndum. Hann getur farið með heila bíómynd ef þannig stendur á, bara orðrétt. Þú veist, hann bara kemur með allt talið úr bíómyndinni, þekkir það og utanbókar, en hann svarar þér eiginlega bara í stikkorðum. Það er sjálfgeft að komi úr hans orðabanka heila setningar. Og það er eins með skriftin hans. Hans þráhyggja er að skrifa upp kreditlista af bíómyndum. Ok. Og hann gerir það mjög vel og hann skrifar það upp í, þetta byrjaði náttúrulega út frá kreditlistum utan á DFD-myndunum hans og svo náttúrulega kreditlista sem renna eftir alla bíómyndir. Þú veist, það kemur fram hverju voru persónur og leikandur. Og hann skrifar þessa kreditlista upp í sama fonti eða sama letri og það kemur fram á skjánum eða á DFD-diskunum. En þegar hann skrifar til dæmis bara nafni sitt og hann er læs og skrifandi, að þá kemur barnaskriftin. Ok, en merkilegt. Já, þannig að þetta er bara, hann sækir upplýsingarna bara í sitt hvora stöði í heilanum eða þetta er í rauninni alveg stórmerkilegt. Já, einmitt. Mér fannst svo gaman í bókinni þegar þú varst alltaf að lýsa, þú veist, með eins og með neitun, það sann alltaf ekki sund, ekki bílinn, ekki, en í staðan fyrir að ég vil ekki fara, þú veist. Já, það myndi ekki koma, nei, ég vil ekki fara í sund, nei. Það er ekki sund, eða það er ekki hægt, það er líka mjög algengt. Ok. Það er ekki hægt. Það er ekki hægt. En finnst þið mikið hafa breyst síðan, sko, þú gafst út bókina 2008, þá var hann hvað, 10 ára? Já. Hefur mikið breyst á þessum 16 árum síðan þá?
Það hefur mikið vatn runnið til sjávar og í allar áttir Já. og já, Ían fekk flogaveiki úlingsaldurinn Ó, og og það víst algengt með einhverfa að þeir hafi flogaveiki við kynþroskaldurinn. ok. Þannig að flogaveikin dúkkaði upp, þannig að það var svona, hvað ég að segja, það var svona hvað heitir þetta? Afturför Já. í sambandi við bara að við vorum alveg farin að skilja hann eftir einan heima í einhvern svona stuttan tíma og en þarna duttum við aftur í það að geta ekki skilja hann eftir og þurfa að hafa augun á honum eiginlega, augu eða eyru á honum eiginlega allan sólarhringinn. Það mikið álag. Já, það var svolítið áfall og líka náttúrulega bara með það aldrei gaman að horfa upp á neitt í flogakasti. Það alltaf í hvert einasta skipti bara mjög skeri, sko. Já, hefur hann oft fengið flog? Já, en enn og aftur, við erum svo ótrúlega heppin alltaf að þessu hefur verið haldið niðri eiginlega bara næstum því að öllu leiti vil ég segja í gegnum árin. Svo verður aftur fyrir því stundum og þá lyfjaskammtur kannski verið hækkaður eða eitthvað svo leiðis. Ían náttúrulega fluttur að heiman og í rauninni mjög sjálfstæður þó hann sé náttúrulega með þjónustu í sjálfu sér allar sólarhringinn. Hvernig var svo tilfinning þegar hann flutta heiman eftir að hafa þurft að vera allan sólarhringinn með augað eyru? Það var svo gott. Það var svo gott þegar hann flutta heiman. Það var erfiður prósess út af því að hann ætlaði náttúrulega alls ekki að flytja heiman og ætlaði mjög heimakær, bara hefur allatíð verið mjög heimakær. En svo þegar við vorum komin yfir þann hjalla þá hefur þetta bara, og hann elskar þetta, hann elskar að vera einn í íbúð og vísa starfsfólkinu hyglust út úr íbúðinu ef það hendar honum illa eða sé eitthvað að flækjast þar, sko. Þannig að já, hann býr í svona íbúðakjarna, það sem starfsfólk á vakt allan sólarhringinn, en hann alveg í sér íbúð, fekk bara yndislega íbúð og frábær starfsfólk. Æðislegt. Þetta bara svo góð tilfinning út að hann líka svo ánæður, svo glaður. Eins og þegar hann fór í sumarbúðirnar í bókinni. Já, einmitt. Já, þetta svo bara gott að heyra og kannski bara allir ánæðari. Allir ánæðari. Já. Þetta mjög mikil breyting og nú eru við foreldrarnir svona svolítið á gamalsaldri að upplifa frelsi sem hefur ekki verið til staðar í 26 ár, sko. Já, það hlutur að vera alltaf skrítið. Það var eiginlega skrítnast að það væri ekki skrítnar en það var. Já. Ef ég get orðað það þannig. Já. Það vandist mjög fljótt. Ég hef skrifað nei þýðir nei og af hverju það mikilvægara hjá einhverfum að standa við það sem að maður segir. Já, sko ég ætla nú ekkert að þykjast vera einhver uppeldi spekulant bara svo langt í frá, en þú veist, auðvitað vitum við allir foreldrar vita við eigum að vera samkvæm sjálfum okkur og það sé ekki góð uppeldisaðferð þó það sé ekki annað en okkar vegna að þú veist að barn viti það strax að ef það er búið að segja nei þá þýðir ekkert að tuða og nuða þú veist í marga klukkutíma og þú veist þá vita þið bara að það mun ekki breytast, sko. Þó að megi alltaf skipta skoðun, það ekki það. En já, það náttúrulega bara út af þessu kassaformi sem að þau eru föst í. Að það ekki góð aðferð að gefa þeim tækifæri til að búa til óæskilegar venjur, svo að segja. Og það eins og til dæmis bara með svefntíma. Það var svo gott þegar hann var lítill að þegar hann var komin upp í rúm, þá var hann bara komin upp í rúm. Maður átti ekkert vona á hann fram með nætunum að kannski bara ef hann þurfti að fara á klóstið. Þannig að það var aldrei neitt vesen. Og það er svo mikilvægt að fá
þessa hvíld á kvöldin. Þú veist, eins og er náttúrulega bara fyrir alla foreldra að fá kvöldhvíldina og fá me-time á kvöldin. Einmitt. En hvernig sko, því nú, það er talað hvernig maður orðið þetta? Þú veist, að eiga börn er bara krefjandi, en að eiga börn með fötlun er náttúrulega margfalt meira krefjandi. Já. Hvernig er að hugsa sig og sína heilsu og allt, hvernig, skilur hvað ég á við? Já, ég skil hvað áttu við. Já, ég er náttúrulega, og hvorugt okkar var eitthvað döglegt í heilsumálunum, í gamla daga. Ég kynntist þér nú samt í crossfit-æfingum. Fyrir mörgum. Já, ég kynntist náttúrulega crossfit og það var fyrst skipti sem ég endist í einhverju hreyfingu. Og við bæði fórum í það. Alveg rétt, já. Og það var náttúrulega bara frábært. En það er þetta með að hugsa sig og hugsa sambandið og gefa sér tíma fyrir hjónabandið eða sambandið og er náttúrulega gífurlega mikilvægt og við gerðum það ekki og ég skil eiginlega ekki að við skulum hanga saman enn þann dag í dag en við gerum það nú og erum sannlega betri heldur en nokkuð sinni. En þið hefur kannski bara verið samstiga? Við vorum samstiga en við vorum náttúrulega bara mjög samstiga í að láta börnin ganga. Já, við vorum ekki beint samstigi í að láta sambandi ganga í rauninni. Við gerðum rosa lítið til þess og það er náttúrulega mjög mikilvægt að hafa bakland og við eigum náttúrulega, maðurinn minn er breskur og þannig að fjölskyldan hans er úti og ég misti foreldra mína bara sem barn og ólst upp hjá ömmu og afa og þau náttúrulega orðin öldruð og farin og þannig að baklandi var í rauninni ekki neitt. Við eigum vini og mjög góða vini og það er líka það kannski sem að ég myndi alveg vilja nefna að ég hleypti fólki ekki í að hjálpa mér. Ég tók bara bjó bara til svona einhvern múruvegg í kringum okkur og fór í svona hvað á ég að segja svona vendunarmót og til dæmis vinahjón okkar þegar krakkarnir voru litlir það var örugglega ár eða 2 sem þau voru búin að segja við erum tilbúin til að vera liðveisla fyrir hann. En við vorum bara ekki tilbúin. Okay. En svo tóku þau það að sér og voru liðveisla fyrir okkur í mörg ár og það var bara dásamlegt. Og það var ef ég man rétt, þau reyndar tókan stundum heila helgi og fórum með hann upp í bústað og svo þegar hann eldist aðeins að þá var þetta meira svona önnur hver helgi eða annar hver laugardagur eða eitthvað svoleiðis og þetta var bara svo góð hvíld og þá gátum við planað gátum gert eitthvað saman og þannig að já, bara þiggja hjálpina það er mikilvægt. Heldur að margir í þessum sporum séu kannski ekki duglegir að hugsa sig þeir eru svo mikið að fókus á barnið eða börnin? Já, ég held það. Ég held að það eru kannski ekki allir jafn slæmir og við vorum en já, ég held það að fólk detti svolítið í það að það er bara náttúrulega mikinn tíma og miklu orku til þess að halda svona heimili gangandi og þannig að já, ég held að það sé bara algengt og ég ætla að segja vandamál. Já. En það ég held að skilnaðartíðni fólk sé mjög há sem að eignast börn með sérþarfir. En áhrif á systkini? Já. Já. Ég á 2 systkini, það er sem sagt ég fekk drengi kaupæti þegar ég og maðurinn minn byrjuðum saman og svo sem sagt dóttir okkar og svo Ian, sonur okkar, þessi einhverfi. Þetta hefur
gífurlega áhrif á systkin held ég. Og hún til dæmis, sem sagt, elsti sonur okkar eða stjúpsonur minn, hann bjó ekki hjá okkur sem barn þó hann flytti til okkar síðan seinna og bara þá orðin stálpaður. En hún fór bara í svona, og svo hún miðjubarn þar auki, ekki alltaf sagt að miðjubarn eða eitthvað erfiðara heldur en jafnvel önnur, sko. Þannig að hún fór bara, varð rosalega sjálfbjarga mjög fljótt og gerði ekki miklu. Hún heldur hún hafi verið rosa erfitt barn, sko. Og það gæti mögulega verið út af því að inn í henni var að berjast einhverju svona konfliktar, henni kannski fannst hún ekki fá nógu mikla athygli og hún fékk hana pottið ekki. En hún einhvern veginn lét ekki á því bera. Hún var mjög sjálfbjarga, mjög góð námsmaður. Ég þurfti aldrei að sinna henni með heimavinnu. Hún sá bara það sjálf. Þannig að hún var svona auðveld viðbót fyrir okkur, en hafði gífurlega áhrif á hana. Í góða átt, sko, þegar uppi staðið, en svo geti þetta farið í þveröfuga átt, sko. En maður hefur einmitt oft heyrt að þú veist, þau fá ekki eins mikla athygli og barnið með sérþarfirnar, sko. Það er svona bara ósjálfrátt verður það. Já, það er einmitt, maður þyrfti að maður hefði að passa betur upp á það, sko. Þannig að ef einhverjir eru að hlusta og eru kannski í þessum sporum núna sem þið voru í fyrir öllum þessum árum, þá eru þá ráðin þessi sem varst að segja, bara þiggja hjálpina, sinna sambandinu og vera meðvitað kannski systkinin. Já, og gefa systkinunum, sem sagt, og það er náttúrulega eins og þegar hann fór í burtu, reyndar vildi hún stundum fara með honum. En sætt. Já, og kannski var það einmitt einhver vendunartilfinning hjá henni við litla bróður. En en það er gott tækifæri ef þú þiggur aðstoðana með barni með sérþarfirnar, þá hefur meiri tíma og getur farið og gert eitthvað með hinu börnunum, nota tækifærið í það. Í bókinni talar líka svolítið sko, hvað það er stöðu barátta fyrir velferð barnsins og þú sendir alveg þarna bréf til embættismanna og alls konar, þú þurfti virkilega að hafa fyrir þessu. Heldur þetta hafi mikið breyst? Ég held ekki, sko. Því miður. Og greiningar, og ég held, sko, ég held þetta sé þannig að í rauninni færðu ekki viðeigandi aðstoð fyrir barnið innan skólans eða leikskólans fyrir að greininga fengin. Og svo lengjast biðlistarnir eftir greiningu sífellt. Og meðan að barnið býður eftir greiningu að þá fær það enga hjálp. Nei, akkurat. Og með einhverfu gífurlega mikilvægt að það sé gripið inn í sem allra fyrst. Já, og af hverju þá? Þetta kallast snemmtæk íhlutun og það bara eftir því sem hún nærð barninu yngra þeim meiri líkur á því og þú getur snúið einhverju við og eins og hann fær hjálpina mjög snemma í rauninni þó hafi verið bara átt að koma hann síðan inn á leikskóla og finna síðan þroska þjála fyrir hann út af því að það er alltaf eins og alltaf bara, og þá og nú að launin eru bara ekki meira en svo að það er skortur á alls konar sérhæfðu starfsfólki sem er mjög sorglegt að þá er honum náð það snemma samt að það næst að koma inn hjá honum, hvað á ég að segja, það var til dæmis byrjað á því að vinna með eftirhermu hjá honum, að láta hann herma eftir og þannig byrjar hann að læra í rauninni og þannig að þegar hann kemur sér inn í grunnskóla sem að var Öskjuhlíðarskóli, í dag Klettaskóli, sem var náttúrulega frábært, hann fekk inni út af því að það er svo frábær starf sem fer þar fram og mikil svona
fyrirgeðu sletturnar one-on-one vinna, Mhm. svona einstaklingsmiðuð kennsla og þau ákveða að kenna honum að lesa og skrifa. Ían öskra og gargaði þegar var verið að kenna honum að halda á blýanti í leikskóla. Ok. Og ef það hefði átt að fara að kenna honum að halda á blýanti 6 eða 7 ára, þá efast að það hefði tekist. Mhm. Og við vitum, allir eru móttækilegri fyrir nýjum hlutum eftir því sem þeir eru yngri og það er svo sannarlega ekki öðruvísi með bara sko námslega Mhm. að læra og geta tekið við fyrirmælum. Mhm. Þannig að snemmtak íhlutun er gífulega mikilvæg. Mhm. Þannig að í leikskóla, þegar einhver börn fá pláss, eru þau þá alltaf með þroskaþjálfara með sér allan tíman eða? Ég veit náttúrulega ekki hvað þetta er í dag. Nei. Við vorum svo heppin að detta inn í verkefni fljótlega eftir að Ían er komin inn í leikskóla og fær þroskaþjálfa. Þá duttum við inn í rauninni tilraunaverkefni á vegum greiningarstöðvarinnar. Þannig að Ían fekk svona teymi í kringu sig. Ok, æðislegt. Já. Og það voru að með minni mánaðilegi fundir með öllu teyminu og það er unnið mjög markvisst eftir vissri aðferð við að kenna honum. Þannig að ég kem enn og aftur hún að heppnina. Við náttúrulega höfum verið svo heppin með svo margt. En þetta var, þú veist, þegar ein barátta var búin, þá tók einhver önnur barátta við og þú veist hvort það var leikskóli, starfsfólk, þú veist að útvega starfsfólk, fáinn í grunnskóla, fáinn í dagvist. Það var nú annars þegar þú nefndir oft, þú veist, að þau hefðu kannski bara pláss 2-3 í viku og þau þurfa rútínu, þannig að það hendar náttúrulega bara alls ekki. Hendar mjög illa. Já. Það getur verið að, þú veist, ef að þú ert kannski bara með pláss mánudag, miðvikudag og föstudaga í einhver tíma og svo kannski lagast það, að þá er bara ekki séns að koma barninu á staðina 30 og 50 skilur þú veist, það er rútína, er bara, það er kassin og Excel-skjalið sem að getur gert þeim svo erfitt fyrir. Sko. Akkurat, nákvæmlega. Er eitthvað sem að þér finnst svona miskilið varðandi einhverf? Já, ég veit það ekki. Það eru sannlega mjög margir með, ég veit ekki, kannski veit enginn í dag hvað reynmenn er. Jú. Já. Já, það, sko, reynmenn er náttúrulega svona, já, ég veit ekki, kannski Hollywood útgáfan af einhverfu. Það sem að hann er einmitt mjög fastur í allri rútínu og það þarf að vera sami maturinn alltaf á sömu dögum og þú veist, þú far kjúklinga á föstudögum og fiska á mánudögum og ekkert eftir að breyta því og svo framvegis. Það kemur líka fram í þeirri bíómynd að hann gat talið, sem sagt, hann gat talið hluti, þú veist, hann sá eldspýtur liggja út allt og hann gat talið þær á sekundubróti og hann gat reiknað út hvað var búið að taka úr spilastokknum þegar hann fór í spilavítið og eitthvað svo leiðis. Ég held vissulega að flestir einhverju séu með einhvers konar snilligáfu svolítið, hvort sem að hún sé bara inn í höfðinaðum og enginn fær að sjá hana eða hvort hún sé sýnileg. En ég held kannski líka að þessi snilligáfa sé oft bara út af því að þau fá þráhyggju og nota alla sína heilastar sem í þetta tiltekna viðfangsefni og þar af leiðandi verða þau rosalega góð í því. Já, ég held að þetta sé svona myndin sem margir hafa einhverju, að það sé þessi þráhyggja og sem sagt þetta comfort zone, hvað heitir það á íslensku? Já, ég slettum bara því ég veit ekki hvað það heitir. Þægindarammi. Þægindarammi. Já, hann er gaman. Og svo einhvers konar snilligáfa. Og ég held þetta sé alveg bara svolítið rétt, en síðan er náttúrulega til bara ótal birtingamyndir af þessu. Ótal birtingamyndir. Já. Ég verið að detta inn í einhverja þætti á Netflix sem heitir Love on the Spectrum, hefur séð það. Þetta er svo krútlegt. Ég hef einhverjum ástæðum
dóttir mín og kærastinn hennar, þau liggja yfir þessu þáttum. Ég á af einhverjum ástæðum ofboðslega erfitt með að horfa á þá. Ég veit ekki alveg út af hverju, en já, þeir eru mjög krosslegir. Sko. Hvernig sér þú fyrir þér framtíð hans, til dæmis, hans Íans? Sko, ég er náttúrulega rosalega þakklátt fyrir það að Ían sé komin í örugga höfn. Ég kýs að sjá það þannig. Fannst þér erfitt að hugsa til þess að hann var barn og þú vissir ekki hvað framtíðin bara skauti sér að kannski öðruvísi? Meinar honum til handa? Já. Það var kannski, já. Mér fannst það mjög erfitt þegar hann var barn. Ég var mjög áhyggjufull yfir framtíðin hans. Núna er ég kannski meira, ég veit hvernig í hvaða aðstæðum hún er vel og við hvað, og ég veit hann er ánæður í sínu lífi eins og það er núna, þó okkur kannski mörgum myndi ekki finnast það merkilegt, það er mjög rútínerað. En já, ég hef ekki eins miklar áhyggjur af því núna. Ég er bara fegin að hann sé komin á öruggan stað þar sem hann geti búið og við myndum detta niður dauða morgun. Og það skiptir máli. Og við langar líka til að nefna það út að ég veit, og vonandi er það liðin tíð, en ég veit enn þann dag í dag að öldruðu fólki með fötluðu börnin sín, og þá er ég að tala um andlega fötluðu börnin sín, en þá inn á heimilinu, og foreldrarnir get ekki hugsa sér að láta þennan fullorðna einstakling frá sér. En það þarf að hugsa þennan einstakling sem að á ekki að þurfa að takast á við að á sama tíma að kannski missa foreldra sína og þurfa að skipta heimili. Akkurat. Á sama tíma. Það þarf að koma fólki í örugga höfn. En það stendur náttúrulega líka mjög oft bara á systeminu. Það er ekki húsnæði fyrir alla og þannig að var ég svaraði ég spurningunni? Já, við erum bara spjallarhengi. Ég líka spurði spurningu og onni spurningu. En fyrsta spurningi var kannski bara svona hvernig sér þið framtíðan hans, þú veist, draumar og vonir, og heldur að það er ekkert auðvelt fyrir einhverja kannski að finna sér maka eins og þeir kannski eru bara sjálfum sér nóg heldur líka. Já. Eða hann þá, þú veist, þetta er svo stórt róf, það er ekki hægt að segja. Nei. Sko. Ég náttúrulega get ekki lýst þeim orðum hvað mér finnst við alltaf heppin með Ian Anthony og fyrir utan það hvað hann er bara frábær karakter og skemmtilegur og hann getur líka alveg verið erfiður. Að Ian virðist bara vera kynlaus. Ok. Hann, sko það er náttúrulega með sem sagt fólk, sko ég veit ekki einu svona með einhverja, en þú veist við veitum fólk með Down syndrom og svona að þetta fólk er hefur mjög mikla þörf fyrir snerting og er mjög elskuvert og elskar mikið og hefur þörf fyrir kynlíf og eins og náttúrulega bara flestir. Ian hefur aldrei sýnt neina tilburði í þá átt og í sjálfselsku minni þá gleður það mig. Þú veist, hann virðist ekki hafa neina að hafa verið svona einhver teikn kannski á lofti, hann svona væri kannski svona skotin í einhvern mjög barslegan hátt sko, en það hefur aldrei náð neitt lengra en það sko. Þannig að ég hef ekki áhyggjur af því að hann muni sakna maka. Ian er rosa glaður heimi á sér, hann er í dagvist, hann er í svona vinnuúrræði halvan daginn hjá geitungunum sem er frábært. Hann fer í svona vinnuverkefni undir handleiðslu eða eftirliti þar sem hann er að fylla á hillur í búðum og
Það er farið í göngutúra þó að hann sé nú ekki auðveldasti maður að ná í göngutúr og já, og það er svona ýmislegt gert þar og verða að föndra og það er verða að búa til hluti og selja og svona. Þannig að þetta er mjög, mjög góður staður fyrir hann. Svo kemur hann heim. Það var misjafnt hvort að starfsfólkinu í íbúðakjarnanum takist að ná honum í eitthvað. En hann er svo glaður heima í bíómyndunum sínum og kreditlistunum og hann bara syngur og teiknar og skrifar út í eitt og horfir á bíómyndir og borðar kvöldmati sinn og er yfirleitt að tíu sig í rúmið á milli 10 og 11 og er bara ofboðslega sáttur í sínu. Æðislegt. Og þetta hljómar nú bara svipað á þeim að 10 ára. Þú veist? Já, það gerir það. Já. Og við vissum það þegar hann flutti að við myndum þurfa að búa bara til svipað umhverfi fyrir hann og var á æskuheimilinu og við gerðum það. Það er ég oft talað um starfstöðvarnar hans í hans. Hann kemur heim og þá fer hann í þetta verkefni og það getur verið tölvan og kreditlistin og svo klukkan, ég veit ekki, 6, þá sest hann við sjónvarpið og þá er eitthvað sem hann þarf að finna þar til þess að horfa á. Svo er það kvöldmatur og svo er það kannski aftur tölvan og svo er það iPadin og þetta er bara svona starfstöðar sem hann hoppar á milli og og vissulega ekki nógu mikið hreyfing í þessu og hoppa úr sófa í stól og stól í rúm en sem betur fer þá er ég með fólk á kantinum sem að reynir að hreyfa hann aðeins og svo er hann á söngnámskeiði núna í held að þetta er Fjölsmiðjan og einn skemmtilegt. Mætir þar einu sinni viku og syngur í mikrofón og alltaf ekki til laglausari maður heldur hann í hann en honum finnst þetta æðislegt og honum finnst hann æðislegur. Ó, geggjað. Það er dásamlegt. Og ég man líka þú talaði svo mikið um hundin ykkar, Vita Vittlýsing. Já. Að hann hefði tengst honum svo. Já. Heldur að dýr geti hjálpa mikið til? Ég held að dýr sé bara skipti sköpum. Mín skoðun er enda svo að dýr skipti sköpum í lífi hvers barns. En skipti sköpum fyrir hann og ég var ekki fluttur heldur inn í íbúð á hans að ég útvegaði honum förfælling sko. Ok. Ísold býr með Ían. Ok, enda á saman. Kísan Ísold, já. Já. Það er skemmtilegt. Hvert hefur að fara næst? Ef við kannski bara fara að tala aðeins um heilsuna. Við skautum svona aðeins í kringum áðan hvað er mikilvægt að hugsa um samböndin og sig og eitthvað svona þegar maður bara sem krefst mikillar umönnunar. En kannski bara hvað er heilsa fyrir þér? Já, ég er náttúrulega ekki heilsufræðingur, frekar en uppeldisfræðingur. Hvað er þá sambandsráðgjafi? Þetta er bara þín túlkun sko. Já, heilsa fyrir mér er það þarf að vera hreyfing og manni verður það ljóst alltaf betur og betur ljóst eftir því sem er eldist að hreyfing er bara gífurlega mikilvæg og skiptir öllu máli upp á framtíðina þegar maður er komin yfir 50 vegna þess að ef maður hreyfir sig ekki þá verður framtíðin pottþétt styttri og lífsgæðin svo sannarlega minni En svo er það þetta með andlegu heilsuna. Þá er sannilega svolítið mikilvægt að vera góð við sjálf og sig. Ég er að reyna að minna mig á það. Að reyna að vera svolítið góð við sjálf og mig. Og þá er ég að meina að vera svona kind. Sýna sér mildi. Já. Og ég held ég sé alveg að læra það aðeins. Ég var nú alveg búin að upphugsa einhverja speki í sambandi við heilsu. Það er allt fókið út af gluggan. En já, ég er alveg blanko. Kannski kemur það eftir. Já. Sko ég fór aðeins að svona, eins og maður gerir nú stundum með maður undirbúið sér fyrir viðtal, fór aðeins að googla. Já. Og fór eitthvað svona að skoða gamla, pistla frá þér og bloggið og svona og mér fannst það
þú byrjaðir aftur eftir mjög langa pásu, hvað var það, 2000 og, ég veit ekki, 16? Nei, hvenær byrjaðir aftur, tókst aftur eitthvað svona? Gerði ég einhverja tilraun til að fara að blogga aftur? Já. Man var alltaf eftir ég sjálf, sko. En ef ég les bara svona smá, að því að maður þetta svo, skemmtilegt, ég á fitubömmur. Ég veit að það ekki tísku að vera á fitubömmur, en mér hefur aldrei gengið vel að tolla í tískunni. Ég reyni samt. Nú í tísku að vera sáttur í eigin skinni og þakkláttur fyrir það sem maður hefur. Og það af hennu góða. Ég ansi gæfisöm manneskja og margt sem mér ber að vera þakklátt fyrir. Og ég það. Ég man samt ekki alltaf hversu gott ég hef það og hversu heppin ég Stundum ráfa ég inn í bæinn sjálfsvorkun sem staðsettur einhver staðar í heilanum á mér og villist þar. En ég kemur líka reglulega fyrir í veruleika fyrringu sem alveg ágæti staður til að vera á og sunnar og sólríkari en sjálfsvorkun. Þú búin að gleyma þessu? Já. Þá tel ég mér trúum að enginn sjái að ég sé vel yfir kjörþyngd og það sé 1000 sinnum meira virði að lifa og njóta lífsins í listisemda í mat og drykk heldur en að halda sér í formi. Mér þykir nefnilega fátt skemmtilegra en að borða góðan mat og drekka vín í góðra vina hópi. Þegar ég stödd í veruleika fyrringu þá trúi ég því líka að andliti sem ég horfi á glerugnalaus í speglinum sé eins og það sem allir með 100% sjón sjái. Sannleikurinn sá að á sama tíma og ég óendilega þakklátt fyrir að fá að eldast og það við fulla heilsu, það þykir mér það drullu erfitt. Mér þykir erfitt að horfa á allt ytra útlit mitt ferðast suður á bóginn. Ég á bátt með að sætta mig með kalkunahálsin og sankti Bernhardskinnarna. Hégómagirni mín ríður ekki við einteyming og ég stolt af því. Hins vegar veit ég að mörgum líður eins. Bæði konum og körlum, en karlar viðra nú almennt ekki svoleiðis hugsanir og konur eiga ekki að tala á þennan hátt, þær eiga að vera þakkláttar. Og svo þetta svolítið lengra, en þetta mjög skemmtilegt og þetta fekk mér akkurat til að hugsa, þú hefur alveg oft spáð í þessu að sína sér mildi. Já. Þú veist, af því það líka svo gott að tala um þetta, því þetta eitthvað svona sama í bókinni, þú veist, það hugsi þetta rosalega margir, en segir þetta ekkit endilega upp átt, sko. Já. Já, þetta hvenær þetta skrifað? Ég held þetta, ég skrifaði ekki hjá mig, mér finnst eins og það sé 2016, eitthvað niður. Sem að mér finnst 2018 fyrir ekki, 2018, jú. Sem að mér finnst vera svona 2 ár síðan, en það ekki alveg 2 ár síðan, það eru 6 ár síðan þá. Já, blogg sjálfsvorkun og veruleika fyrringu. Já, ég alveg ennþá uppfull af sjálfsvorkun, sko. En samt sannilega aðeins minna heldur en þarna. Ég held að ég sé aðeins farin að sætta mig betur við þetta. Ég held það. En já, vissulega auðvitað ég held að öllum konum finnst erfitt að horfa í spegil og hugsa hvernig þetta var. Þannig ég með dæmi það sem við eigum að gera. Og það þurfum að hugsa vegna þess að þegar við horfum að myndir á okkur, ljósmyndir á okkur sem voru tekna fyrir 10 árum síðan og þá hugsaum við Jesús mig, hvað fannst mér að mér þarna? Akkur var ég ekki sáttið með þarna? Sjá mig, ég bara svo ung og slett í framan og grönn og fannst ég alveg feit sko á þeim tíma, skilurðu? Alla konur, ekki alla konur en mjög margar konur eru svona þannig að nú á maður að hugsa eftir 10 ár, þegar ég horfði að mynda mér í dag, þá mun ég sannlega hugsa það sama. Þannig á ég þá ekki bara að njóta þess í dag. Skilur þú hvað ég við? Akkurat. Þau eru svolítið að hugsa svona. Þannig finnst þér heilsuhegðun þín hafa bara svona oft litast af umhverfinu? Veist, eru við konur að reyna að falla alltaf í eitthvað mót? Já, sko. Ég fyrsta manneskja til að segja að umhverfið sé að móta ungu konurnar okkar og ungu stúlkurnar okkar mjög mikið í dag. Ég ekkert viss að ég geti kennt umhverfinu beint það sem að flækjast í haustum á mér, sko. Ég held þetta sé svolítið bara sjálfsgagnrýni sem bara sjálfsbrottin, sko. En jú, auðvitað hafa alltaf verið einhverja tískufyrirmyndir
og sem að við höfum allar verið að miða okkur við. Já, ég vil líka oft velta þessu fyrir mér, af hverju konur, þetta frekar hjá konum en karlum? Sko, þeir eru kannski ekki eins sjálfsgaggrínir, en þar kemur líka inn að við erum ekki eins gaggrínar á þá og við erum á okkur. Okkur finnst kallmenn bara verða myndalegri með árunum og er ekki talað silfurrefin þegar þeir verða hvítarðir. Þá er þeir nú bara meira sexy og þó að sé smá bumba þá er það bara eitthvað kostlegt, sko. Þannig, þú veist, við erum þeim fyrirgefst að eldast á meðan á okkur fyrirgefst að síður. Ég held að þetta sé meira spurningum að við konur fyrirgefum okkur sjálfar að eldast, ef ég get orðað það þannig. Og já, það er ætlast til þess að konur haldi sér, það er meira ætlast til þess heldur en að kallmenn haldi sér. Það er staðreynd. Þess vegna finnst mér líka bara svo flott að það er að koma núna miklu fleiri fyrirmyndir fyrir konur sem eru bara ótrúlega eðlilegar. Veist, ekki photoshoppaðar eða allar í botox eða allar í einhver varafyllingu eða heldur eru bara eðlilegar. Við fögnum því. Og það er náttúrulega það sem á að vera. Við eldumst allar. Við gerum það. Og fyrir suður á bógin. En svo er það svo skemmtilega, sko. Já, við getum nú örugglega rætt heilan þátt bara þetta, sko. En okkar leiðir lágu aftur saman, sko, hvenær varst þú í CrossFitinu? 2000 Ártöl eru ekki mjög sterkar leið, sko. Þetta var kannski svona 2010, 11, 12, getur það verið eitthvað í kringu það? Já, ég í rauninni svona dett út úr CrossFitinu í COVID-inu. Já, ok, þú varst alveg svona lengi. Já, ég var alveg lengi í CrossFit. Já. Og þannig að, já, það er í COVID-inu sem að ég dett út úr CrossFitinu. Já. Ég var svo heppin þegar þú varst að læra að vera markþjálfi. Þá fékkst þú að æfa þig á mér. Já, og ég var líka mjög heppin að fá að æfa mig á þér. Og mér fannst það mjög, mjög skemmtilegt og ég var líka svo heppin að fá svo endurgjald að þér en að greiða þegar ég var að læra heilsumarkþjálfun. Þannig að við höfum svona aðeins rættum alls konar svona hluti. En það sem að mig langar svolítið að taka fyrir því að það sem þú hjálpaði mér við var að losna við þetta helviti samviskubit. Og það er líka eitthvað sem konur eru meira með en kallar. Já, athyglisvert, Erla. Já. Leðilegt, þú skildir ekki bara taka þetta samviskubit af mér þá í leiðu og losaði þig við þitt. Þú hjálpaði mig við það. Já, það er alltaf svo auðvelt að gefa öðrum ráð, er það ekki? Ég veit. Þau erum ekkert alltaf eftir þeim sjálfar, eða sjálf. Nei, nákvæmlega. En hvað, af hverju heldur að við séum alltaf með eitthvað svona samviskubit? Það kemur að þessari klísju sem að það er svo mikið talað um í dag að við séum, okkur finnst við ekki nóg. Ég held að það sé bara í rauninni stysta leiðin til að segja það. Okkur finnst alltaf við eigum að vera að gera eitthvað meira og eitthvað öðruvísi og eitthvað betur heldur en við erum að gera. Og svo veltum við okkur upp úr því. Alveg. Í mínu tilfelli var þetta, ég var flugfrið á þessum tíma og ég var alltaf með samviskubit því ég var í burtu. Ég var kannski í stoppi í Ameríku og í staðan fyrir bara að njóta þess að vera í vinnunni, í smá layover, þá var ég alltaf með samviskubit yfir því að vera í burtu og njóta. Þetta var svo kjánalegt og ég fattaði ekki fyrir en ég sagði þetta upphátt við þig í þessu samtali. Þetta ámar ekki að vera með, það er ekki hægt að vera í þessu starfi ef þú ert með samviskubit. Nei. Eða hvaða starfi sem er. Við finnst þetta mjög athyglisvert og í rauninni mjög típist fyrir konu og ég held að þetta sé partur af því sem að gera hlut eða sem sagt, vinnu flugfreyja erfiða. Þetta er náttúrulega mjög oft
konur með fjölskyldu. Þetta þessi vaktavinna og ekki bara vaktavinna heldur, ertu kannski á landinu. Örgulega líka erfitt að vera í vaktavinnu bara á, þú veist, á Landspítalanum og vera í burtu á tímum þar sem þið finnst og að vera að sinna fjölskyldunniðinni. En það einhvern veginn gerir það örgulega ennþá verra í haustum okkur að við erum í útlöndum. Og svona í smá fríi inn á milli. Í smá fríi í rauninni. Ég ekki beint í vinnunni. Ég en já, ég held að sé það. Okkur finnst við ekki nóg. Finnst við ekki verið að gera nóg. Þannig að það rosa mikilvægt að losna við samviskubitt. Það ástæða fyrir við erum í þessu, á hvort sem þetta varandi starf eða heimili störf eða bara hvað sem Það náttúrulega talandi flug og flugfræður að þá þú veist, þetta með að setja súrefnisskrimuna fyrst á sjálfu sig. Já, það náttúrulega svo mikilvægt og ef við erum í starfi sem okkur þykir bara hundleðilegt, þá erum við heldur ekkert skemmtilegar heima í okkur, sko. Nei, og það var líka annað, sko, því að ég var orðin svona pínu óánað í starfinu mínu, kannski bara af því að mér leið bara ekkert nóg vel. Akkurat. Að þú kendi mér sem ég fann svo gott og ég hef notað þetta því ég að ráðleggja öðrum að ímynda mér ég sé að setja alla kostina öðrum megin á vogarskálar og alla gallana hinum megin og svo veg og meta hvort vegur þyngra. Þannig að þá sé kannski 50 kostir og 5 gallar hugsa ég að setja þetta á vogarskálar og hvort vegur þyngra. Kannski vega þessi 5 gallar eða ókostir bara meira en allir kostirnir og þá veit ég svarið við spurningunum minni. Rosalega þetta gott ráð. Ég að hugsa að taka þetta upp. Og þetta svo, í stundum hef ég mér bara skrifað nýra á blað, kostin og gallana. Já. Þá sér þetta svo myndrænt og það nokkrum árum eftir að við töluðum saman, þá hætti ég svo í flugfröðinu, af því að það var bara, gallarnir voru orðnir meira íþingjandi. Þú veist, mér vantaði bara rútínu í. Þeir vóðu meira. Já. Þó að ég elskaði starfið sjálft og allt fólkið og það var svo margt gott við þetta starf. Það sem var á neikvæða listanum bara hafði svo mikil áhrif á mig. Já. Og mína heilsu. Þarna hefur þú sem sagt getað tekið í rauninni upplýsta ákvörðun sem þú varst búin að vega og meta. Já, akkurat. Og þá maður kannski líka sáttari við ákvörðunina. Algjörlega sko. Og sko eins og þetta, það leiddi mig líka pínu út í heilsumarkþjálfun. Já, gaman að heyra það. Einmitt. En hvernig nýtir þú markþjálfun eitthvað í þínu lífi? Þegar þú varstu menntuð markþjálfi? Veistu það að þetta alveg spurning sem ég þarf að hugsa og ætti kannski bara verður þessi hittingur við þig núna til þess að ég fari kannski bara svolítið að hverfa aftur í markþjálfan og fyrir sjálfa mig. Því, eins og ég segi, það svo auðvelt að gefa öðrum ráð, svo mikið auðveldur að gefa öðrum ráð heldur en að fara eftir þeim síðan sjálfur. Og ég ekki að nota það sem að ég lærði í markþjálfanum ekki markvisst fyrir sjálfa mig. En getur verið að þú hafi kannski nýtt þessa þekkingu svona óafvitandi að því þú ert í krefjandi aðstæðum í langan tíma, þú veist, þegar maður þarf að sinna barninu sínu allan sólarhringinn og það þarf að vera rútína og þetta alveg, heyrðist mér á bókinni, það var oft barátta. Já. Örugglega ómeðvitað þegar maður mikið inn í hausnum á sjálfum sér og að reyna að einhvern veginn stundum að komast í gegnum daginn eða einhverjar aðstæður eða einhverju uppákomu. Og þá grípur maður kannski bara ósjálfrátt í einhverju svona þekkingu sem maður hefur viðað að sér og kannski ómeðvitað myndi ég halda. Já. Ég heyrði að þú sagði þér áðan að þú hefði mist foreldra þína ung og þú sagði líka frá því í bókina að þau hefði látist í slysi. Heldur að það hafi líka mótað þig mikið? Ég held að allt náttúrulega móta okkur eða bara allt sem að við förum í gegnum í lífinu gott og slæmt mótar okkur á einhvern hátt. Varstu mjög ung? Ég var 5 ára. Þú varst 5 ára? Já. Þannig að, auðvitað
hafði það mótandi áhrif á mig að alast upp hjá ömmu og afa sem að var yndislegt og ég óðbáslega heppin að eiga þau að og margt sem að ég lærði í gegnum þau náttúrulega bæði fætt aldamótin afi 1900 og amma 1908 Já, ok, vá Þess vegna ertu líka svona vel máli farin Það gæti verið og það náttúrulega voru margir kostir í því að alast upp hjá ömmu og afa En manstu eitthvað eftir foreldrum þínu? Mamma, nú ég vilt ekki kannski Ég man í rauninni ekki eftir þeim og ég held að það sem ég halda í muni sé meira bara ljósmyndir Einmitt, þannig að kannski mátar man ekki eins að því þú manst ekki eftir áfallinu Ég man alveg eftir áfallinu eða ég man eftir fréttunum en nei, vissulega er annað þó að hljómi hræðilega að missa foreldra sinna 5 ára að þá það, held ég að það hafi öðruvísi áhrif á þig heldur en til dæmis að vera úlingur og missa foreldra sína í öllum þeim öllu því hafaríi sem í gangi til dæmis á úlingsárunum þar sem þú ert í mótun sem að getur verið erfið og kynþroskaskeiðið og allt þetta, bara svona sem dæmi þannig að það vissulega hafði mótandi áhrif á mig að alast ekki upp á foreldrum mínum það vakti oft upp spurningar sem ég fannst stundum erfitt að svara stundum skvetti ég því fram gaggjart til að sjokkera fólk að ég ætti nú ekki foreldra og þá var eitthvað svona farið að fara í taugarnar með sífelldar spurningar og hverjir eru foreldra þínir eitthvað svona en og líka bara þetta var svona stundum heyrir maður fólk tala foreldra mínu voru nú svo gamli, voru elstu foreldrarnir þegar ég var í grunnskóla þú veist, mér fannst alveg stundum erfitt að vera bara innan gæsalappa með ömmu og afa á kantinum en þú veist, ekkert til þess að kvarta yfir ég hafði ástofumhyggju og húsaskjól og bjóði gott atlæti Áttu systkini? Já, systkini, já. Og ólustu öll upp hjá ömmu og afa þá? Nei. Við fórum öll í sitt hver áttina. Já, ok. Já. En héldu þið sambandi? Ég vorum það dóu 2 bræður mínir í sama slysi en við erum 4 systkinin, við erum ekki öll allsystkini. Þannig að við höfum haldið sambandi, mismiklu sambandi í gegnum árin og það vissulega ekki svona samband á milli okkar eins og hjá systkinu kannski sem alast upp innan sama heimilis en við erum öll í sambandi sem er gott. Já. Ætlar að gefa út aðra bók? Ég ætlaði náttúrulega alltaf að verða rithöfundur. Ég var alveg að skrifa sem krakki. En ég ætlaði líka að vera dýralæknir. Þess vegna elskar dýrin svona mikið. Ég ætlaði það ekki. Eða kannski, sannlega ætlaði ég að vera dýralæknir út að ég elska dýr. En nei, en svo bara hefur mér alltaf skort framtakssemi. Ég er ekki nóg, manstu. Og Þú tekið markþjálfan á sjálfa því núna. Ég ætla að segja ég sé lengra frá því að verða dýralæknir heldur en rithöfundur. Og kannski telst ég rithöfundur út að það hefur komið út bók eftir mig, ég veit það ekki. Jú, þú ert rithöfundur. En vissulega hef ég ætlaði alltaf að gefa út aðra bók, alls ekki aðra dagbók, út af því að þessi bók er náttúrulega í rauninni bara í dagbókaformi. Ég stefni allavega á eitthvað á ritvellinum. Ég hugsa ég nýti mér Storytel og hljóðbækur fyrir það. Smásögur kannski? Já, ég er alveg með fullt af hugmyndum í kollinum og fyrir Storytel.
eða fyrir þannig vettvang. Spennandi. Já, mér finnst það alveg spennandi líka. Og vonandi bara íti ég því úr vör sem fyrst. En svo kannski verði ég bara eins og sumar, við veitum allavega 2 íslenskar konur sem að byrjuði að skrifa bara upp úr 70. Ok. Linda Guðrún frá Lundi hafi byrjað mjög sent að skrifa og hún gaf nú frá sér alveg mjög margar bækur. Kannski þar ég er náttúrulega í fullu starfi og stundum er ég bara hálf heila dauð eftir vinnudaginn. Þá langar mér meira bara að setjast niður og fara að hekla og hlusta á verk eftir einhvern annan en sjálfa mig. Heldur en að ég sé eitthvað stemtur að fara að skrifa eitthvað. En það kemur oft, þegar maður er svona skapandi eins og þú, með þessar hugmyndi, þá kemur þetta oft bara yfir mann og þetta á bara svona verið í flæði. Þannig að ef þú ferð bara þetta flæði þá maður á ekki þurfa að pína sig til þess að setjast að skrifa, held ég. Nei, maður á ekki þurfa þess, en það segja náttúrulega flestir rithöfundar, svona afkast það mestu rithöfundar, að ritstörf séu ekkert annað að vinna og krefjist mikils sjálfsaga sem er þá einmitt að jú, þú áttu víst að skrifa þó þú hafir enga þarf fyrir það akkurat núna. Öðruvísi gerist ef þú starfar við að vera rithöfundur, já, ég skil það vel. En kannski svona þegar maður er með hugmynd í kollinum að þá er örugglega erfitt að koma inn á blað svona í einhverju pínanablað. Algjörlega, já, sammála því. Að skoða þetta eitthvað. Já, ég bara hlakka rosalega til að sko fylgjast með þér. Ég hef svo mikla trú að þér. Þú ert svo ótrúlega skemmtilega, Penny. Ég verð fyrst til að kaupa bókina þína. En einhver loka orð eitthvað sem þið langar svona að koma fram fyrir annarkvort varðandi foreldrar einhverja ungra barna eða varðandi bara heilsuna og sjálfselsku eða ekki sjálfselsku, sjálfsvæntum þykja. Sjálfsvæntum þykja. Í rauninni kannski ekkert sem að ég er ekki búin að segja en það náttúrulega verður aldrei of oft sagt þetta með að gefa og þá skiptir í sjálfur sér engum áleik hvort þú ert með barn með sérþarfir eða börn og jafnvel þó það er ekki börn að gefa sér tíma til að hugsa sjálfa sig, bæði hreyfingu og líka og ekkert síður andlega velliðan og hvað sem að það felur í sig, hvort að það felur í sig einmitt bara að lesa góða bók eða hvort þú viljið fara í einhverja íhugun eða hvort þú þurfir að fara og hitta fólk vegna þess að ég þekki það mjög vel að það er mjög auðvelt að einangra sig og það er ef þú byrjar að einangra þig þá er oft erfitt að snúa út úr því og einangrun hefur aldrei góð áhrif á mann andlega. Við þurfum maður manns gaman, sagði hann oft. Já. Og þó við þurfum öll líka tíma til þess að vera bara ein og með sjálfum okkur, þá er líka mjög mikilvægt að eyða tíma með öðrum. Algjörlega. Og svo kannski bara ein loka spurning að því að mér finnst þú með svo góðan húmor finnst þér kímnigáfan hjálpa í erfiðum aðstæðum og bara í lífinu almennt? Fyrir mér er hún lífsnauðsyn og kom mér svo oft í gegnum hlutina þegar hlutinir urðu erfiðir þegar ég var yngri að þá var sko það sem við gátum stundum legið grenjandi og hlátri bara í gólfinu í bara mjög erfiðum aðstæðum og það hjálpar svo mikið það hjálpar svo mikið að hafa húmor fyrir því sem að er ekkert fyndið, eða þú veist og vissulega stundum líka hluti sem er ekki fyndnir akkurat í aðstæðunum og þá geta þær verið mjög fyndnir 2 dögum seinna og það er það sem að náttúrulega bloggi gerði fyrir mig
Og þetta var komið svo í DNA hjá mér að skrifa þessa bloggfæstur á hverju einasta degi að stundum varð pistilli bara til á meðan ég stóð og horfði á hann í einhverju kasti. Og þá byrjaði ég strax að sjá fyndurhliðar á því, sko. Okay. Þannig að já, húmor er lífsnauðsyn. Nei, þannig heldur þú munur einhvern tímann að fara að blogga aftur? Ég held að, nei. Ég held að það nenni enginn að lesa blogg lengur. Þess vegna byrjaði ég með hlaðvarp. Akkurat. Nei, ég held bara athyglisbresturinn okkar sé orðin svo mikill að við náum ekki að festa okkur í því. Þetta er fullt af fólki sem getur sest niður og lesi bækur ennþá og les greinar og skilur og allt það. En ég held að í nútíma væðingun allir að þá held ég að hljóðbækur og podcast og þetta með eyrun. Það geta gert eitthvað annað á sama tíma. Já, ég held þetta sé svolítið það. Fólk finnur ekki eyrði í sér eða margir, finnur ekki eyrðin í að setjast niður og gera ekkert nema einbeita sér að lesefninu og þá er þetta svo góð kostur. Akkurat. En ég hef alveg hugsað og að upphugsa leið til þess að í rauninni blogga í gegnum Storytel. Ok, spennandi. Það er ein hugmynd sem ég er með. Já. Þannig að kannski er ég bara að hugsa að fara að blogga aftur, bara ekki sem sagt skrifamál, heldur lesimál. Já, skemmtilegt. Þetta líst mér rosalega vel að. Já, nei alveg, og líka því að það nenni ekki allir að hlusta á meira en klukkutíma langa þætti eins og ég með, sumir vilja bara hlusta á eitthvað stutt. Já. Þá er þetta náttúrulega bara frábærlega, sko. Já. Æðislegt. Takk kærlega fyrir að koma, takk fyrir að gefa þig tíma. Takk sömuleiðis. Og gangið rosalega vel með allt sem að þú ert með á prjónunum. Mín, og heklunálunni. Já, takk sömuleiðis. Takk fyrir að bjóða mér. Ég hvet þig til þess að fylgja hlaðvarpinu á Spotify eða Apple Podcast eða öðrum streymisveitum eða þú ert ekki nú þegar að gera það. Og nú er einnig hægt að setja inn ummæli þáttinn og mér þætti rosalega gaman að heyra frá okkur. Og svo er auðvitað Instagram, Heilsuerla, þar sem ég seti inn fróðleiksmóla úr öllum þáttunum. Þannig að endilega fylgja mér þar líka.